Andri, svona fór sem fór. Þið byrjuðu leikinn rosalega vel en svo kólnuðu aðeins fyrir að þryggjast eða línuna. Hvað er að gerast þar? Við bara byrjuðu leikinn sem stærri aðilinn og kraftmeiri, mikið sjálfstraust og fjör. Svo fannst mér aðeins fara kannski í einhverja einstaklingshyggju þarna í öðru leikluta, hefur komið svona þægilega fórustu. Fórum við svona eiginlega að keppa innbyrðis frekar en að keppa aðstæðingarna. Það er aldrei góður leika í því sko. Svo þróaðist leikurinn bara þannig að hann hæðist á honum í seinni hálfleik heilmikið. Það var mikið í höndunum á útlendingunum þeirra beggja. Hinni snerti hann ekki mikið. Já, þið stiltu náttúrulega í svæðisvart á mér. Það hefði náttúrulega líka á leiknum, var það áætlunin eða? Já, mér fannst hægja reyndar á honum svolítið áður. Við vorum að gera ýmislegt til þess að hraða honum, þar með að pressa svolítið. En leikurinn var hægur og það svo sem gekk ágætlega framan af hjá okkur og við náðum að komast aftur ykkur 10 stigum yfir. Svo eins og ég segi sko, þá einhvern veginn endaði þetta í pick og roll í útlendingunum þeirra og þá fórum við bara svolítið í svæði. Já, Jeremy, þið fóruð líka í pick og rollið sjálfur, Jeremy og Egill, það gekk dálítið vel undir lokið, þið voru næstum búin að jafna stöðun aftur og bara komið þessu aftur ykkar megin. Hvað gerðist reynilega bara svona? Hvað fannst það gerast undir lokin? Ef þú hefði getað breytt einu leiknum, hvað hefði það verið? Kannski byrja aðeins fyrr á þessu high pick og rolli þegar þeir voru svolítið að setja press á boltan hjá okkur. Það er kannski fínt að byrja aðeins fyrr á því en það er ekkert eitthvað eitt sem hefur áhrif kannski að breyta í svona leik. Þetta er bara svona tvö góð lið mættust, spennandi leik. Datt þeirra með í dag, við erum búin að taka nokkur svona leiki í vetur og þetta er bara hluti af karunni og þetta er það sem gerir það skemmtilegt. Já, þið takið þetta bara ef það verður í næsta leik. Bara læra eitthvað á þessu, ekki? Ég meina við þurfum bara að fá okkar leikmenn til að spila vel. Þetta snýst að þetta séu svona að koma sínum styrkleikum á framfæri og ef það tekst þá erum við hörkuleg. Alveg sammála þér. Herru, takk fyrir þetta. Takk.